Verið velkomin í Hljómahöll, þar sem fullkomin aðstaða fyrir árshátíðir, veislur, ráðstefnur og viðburði af öllum stærðum og gerðum. Við þjónustum þinn viðburð frá A til Ö. Nánari upplýsingar á hljómahöll.is. Komið sæl og verið velkomin í Suðurnesjamagasín. Í þættinum kynnumst við Grindavíkur feðgum og Grindavíkur dætrum, en förum líka á æfingu fyrir sálumessu Mozarts í Hljómahöll, einu vinsælasta kórverki heims. En líka smá fiskur, reyndar stór fiskur, og hann kemur úr Faxaflóa. En byrjum þáttinn hjá feðgum í Grindavík, þeim Jóni og Margeiri, en samnefnt fyrirtæki fagnar 30 ára afmæli þessar mundir. Það var mikið dýrðir hjá grindvíska fyrirtækinu Jón og Margeiri EHF síðastliðið föstudagskvöld. Það komu saman núverandi og fyrrverandi starfsmenn fyrirtækisins ásamt fulltrúum fjölmargra viðskiptavina til að fagna 30 ára afmæli fyrirtækisins. Höfuðstöðvunum við Seljabót hafi verið breytt í forláta skemmtistað. Feðgarnir Margeir Jónsson og Jón Gunnar Margeirsson eru miklir aðdáendur Volvo. Giltir Volvo bílar eru einkennandi fyrir fyrirtækið og því var barinn í veislunni smíðaður úr yfirbyggingu af Volvo. Afmælisveislan tókst vel, en þar tróðu meðal annars upp landskunnir tónlistamenn eins og Helgi Björnsson og Jón Jónsson. En rétt fyrir fjörið hittum við þá feðga og tókum þá tali. Jæja feðgar, 30 ára afmæli Jóns og Margeirs og Margeir, þetta nú, já, þú getur bætt ykkur áratugum við þetta afmæli. Já, ég byrjaði að eignaðist með fyrsta vörubíl 1. nóvember 1970 og búinn að vera með þá síðan, 52 ár núna. Þannig að byrjaði þá á vörubílastöðinni í Grindavík og var að flytja hérna bara hvað sem til féll, fisk, sand og efni og annað. Kaupi svo fljótlega krana og setja á bílinn og er nánast búinn að vera með það svona óslitið síðan. Og eingöngu núna, já, allavega 30 síðustu árin alveg óslitið. Hvernig var andinn í Grindavík rúmlega 1970? Hann var mjög góður. Mikið trafík, mikið hérna í kringum útgerðina. Þannig að það var mikið að vera bara og meiri vinna var náttúrulega hjá okkur. Það var aðalega á veturnar. Það var rólegra fyrstu sumrin á svona yfir sumartíman, það var hægara svona, en svo fór það að breytast. 73 þá náttúrulega eftir gos, í Vestmannaeyjagos, þá verður mikil uppbygging hérna að vinna, verður að leggja Grindavíkurveg og þetta jókst bara svona fiskflutningar og allt sem tilheyrði því. Jón, þú fylgir pappaðinum í þessu og hvað, kemur svo inn í þið stofnið saman fyrirtæki þegar pappiðin vildi fara að fá einhvern úr fjölskyldunni með? Já, 92 þá stofnum við Jón og Margeir saman og það svona leiðin lá nú þangað svona, búin að vera fikt í þessu dóti bara í mörg ár og við erum náttúrulega í kringum þetta og alast upp í þessu, þannig við vorum búin að sitja þetta eitt kvöld og hugsa svona hvað maður verið að fara að gera og þannig það var úr að við stofnum Jón og Margeir og kaupum okkur fyrst sendibíl eða svona flutningabíl og förum að keyra fisk. Fljótlega eftir þá vorum við komin með trailer og hvernig að keyra malbyggi og svo gámalyftu og hvernig að keyra gámum fyrir fyrirtækin. Þannig að þetta hefur svona aðeins undið upp á sig í sinn tíð. Þannig að varð reksturinn strax viða meiri heldur en þegar pappiðin var einn að og þannig að var það alveg svona stefna hjá ykkur að verða stærri og meiri? Já, við vorum fljótlega komin með 3-4 bíla, bara árið seinna og já, svo náttúrulega bættist við svona starfsmenn bara inn í hópinn og þetta svona vatt upp á sig og já, aukin vinna og var svona mikið breyting í fiskhúsun. Þetta fór að færast mikið meira út í gáma heldur en var. Togararnir að koma að landaðinu og öllu landaði í gáma, þannig að þetta var svo miklu svona viða meira allt, þannig að svo náttúrulega bara leiti eitt af öðru, þetta bara vatt verulega upp á sig og enn að því. Og hvað þetta orðið mikil starfsemi í dag? Hvað með marga starfsmenn og við sjáum að þið eru með mjög stóran bílaflota? Við erum 22 hérna í dag og erum með 16 bíla og 4 gröfur.
fórum í þessa jarðvinnudeild hérna 2016 svona byrjuðum þá og síðan erum búin að vera að vinda upp á sig og búin að vera hérna með verk fyrir bæði Voga og Grindavíkurbæ og hérna Sveitarfélag Ölfuss ásamt svona fullt af bara öðru sem við höfum verið í kringum þetta þannig að það hefur breytt rekstrinum. Þetta var svona þetta harmonar vel saman með annarri vinnu svona ef við kannski verið eins rólegir í fiskinum á sumrin og veturnar þá erum við mikið í jarðvinnu og þannig að þetta fer vel saman í dag. Þannig að það er ekki lengur eitt kall á vörubíl og með krana? Nei, það er orðið mikið breyting á því. Þannig nú kíkjum maður bara á þetta svona, annars slægið svona og er með góða menn á kranabílunum og jú, ég tek svona dag og dag svona ef þess þar með en svona ég ætla nú að fara svona að hægja svona allavega á því svona en við erum, eins og ég segi, við erum með flotta stráka, alveg 150% á öllum bílum og öllum tækjum og gröfunum og öðru og það er alveg sama. Lykillinn að þessu? Já, það er það bara, já. En þetta er náttúrulega eins og ég segi, við vorum náttúrulega bæði Jón og eins Árni að þeir voru svona... Eins sonaðinn? Já, ég sá yngri að þeir voru rúmlega 50, þá voru þeir náttúrulega farnir að bæði að hjálpa mér og smíða og bara alls konar aðstóð í kringum þetta og það létti oft mikið á manni. Og þegar þið voru yngri, voru þið þá að þvælast með þér? Já, mjög mikið. Mjög mikið það. Það lá við það voru kannski ekki orðnir svona bílstólar fyrir börnin þá og öryggisbelti en þetta fór allt vel. Þeir voru, þeir þvældust og þau allt sem krakkarnir með mig bara hingað og þangað. Við fórum á vörubil með þess að vikuferð í hjólísi upp í sumarbústað upp í Borgarfirði einu sinni og það var bara farið á vörubílum, það var ekkert annað. Farangurum var bara á pallinum og útilegur og svona, það var engin annar bíl og þetta var bara gaman að þessu. Þetta er frábær hugmynd inn í nútíman. Já, akkurat, já. En þetta virkaði vel. Þannig að þú ert búin að vera inn í vörubíl eða flutningabíl frá því þú fæddist nánast. Já, ég hef nú grunn það, ég hef verið búinn til þar. Þannig að það er svona. Já, við þurfum kannski aðeins að fara við þetta með mömmu en það er sama. En já, ég hef búinn að þvælast hingað og þangað með honum og þetta hefur bara snúist það. Og ég minn náttúrulega eins og pabbi var að segja, velgengni fyrirtæki sem bara þessi frábæru starfsmenn sem við erum með og náttúrulega geggjaði vinnuveitendur og fá að vera einn af hlekknum í keðjunni hjá þeim er náttúrulega bara alveg óborgarlegt ár eftir ár að menn setjast niður og ræði hlutina og haldi áfram. Það er geggjað atriði en þetta er, menn eru bara að horfa fram á veginn og alla lengra, það er alveg þannig. En hvernig var það þegar þú varst að byrja? Hvernig varst að flytja fisk eða hvernig varst að vinna fyrir sjávarútveginn? Já, það voru náttúrulega bara fyrirtækin hérna í Grindavík, fiskfyrirtækin, það var náttúrulega að keyra fiski hér af bryggjónum og upp í húsin. Mikið við keyrðum, þá var náttúrulega mikið báta af öllum Suðurnesjunum sem lönduðu hérna, það var að keyra mikið til Keflavíkur, út í Garð, Sandgerði, inn í Voga, Hafnarfjörð, þetta var uppi staðan af þessu bara og svo náttúrulega voru skipin aðalega í Keflavík, þannig við sóttum allt salt þangað og það var öllu skipað út, þangað, beinamjöli, saltsíld og saltfiski öllu, áður en að náttúrulega höfnin lagaðist hérna, þannig að það er mikið breyting á því. En hvað þið voruð að færa út kvíarna með því að mæta með gröfur, þú varst með okkur þegar þið tóku hérna fyrstu skóflustunguna í nýju hverfi í Grindavík? Já, við vorum með gatnagerðin í nýja hlíðarhverfinu hérna og erum svona rétt að skila því af okkur núna. Þannig að mikið hverfi hérna, þannig að við fórum út í þetta heldur byrja 2016 og erum svona búin að byggja okkur upp í þessu og hérna. Þannig þetta fer vel saman með hinnureksturinn og hérna bara svona góð samning í þessu. Það hefur eiginlega alla tíð gengið nokkuð vel svona að vera með rekstur í Grindavík. Fyrirtækjastarfsemi hefur verið nokkuð góð hérna í gegnum tíðina, er það ekki? Jú, það held ég, þetta sé bara ekki hægt að segja annað en það hefur verið það bara svona bara í gegnum tíðina bara. En það er náttúrulega, svo smálega þurft að hafa fyrir þessu, það er alveg þannig. Það er, ég held nánast geta sagt þér það að þú getur aldrei hringt í okkur án sem svara ekki sími. Þannig að, og út á það gengur þessi business. Að við erum alltaf tilbúin og alltaf svara og þá náttúrulega hringja menn aftur ef þau fá góða þjónustu. Þetta er, okkur var kennt þetta þegar við vorum guttar og við höfum reynt að halda því áfram og held okkur að tekist ágætlega. Þannig að
Það er lykillinn af þessu dæmi í dag, það er þannig. Við fengum góðan skóla. En yngri bróðinn, mér skildist að hann hefði verið einn af þeim fyrstu sem fekk meirapróf. Hvað var Pegiðinn gamall? Hann var svo fyrstu sem fekk meirapróf þegar var fært úr 20 niður í 18 ára. Og þá kom hann strax og fór að keyra hjá okkur og var stoppaður á lögreglu og Reykjanesbraut og menn voru að hringja með próflaus og bílum annað eftir því og hann hefur svo sem aldrei gert nýtt annað í dag heldur en að vera hér hjá okkur og hún að þvælast hér all land fram og tilbaka að elta fisk og hingað á þangað í alls konar ófæru vesinn og þessi strákar, þessi hópur sem hérna í kringum okkur, þetta svona halda vel utan um hvern annan og ég held ég geti alveg fullir það alveg að við erum alveg með landsliða bílstjórum og það bara, eins og ég segi, við varum ekki að gera neitt það sem við erum að gera þetta án þeirra og bara heppni með það hvað hefur laðast að okkur mikið af góðum starfsmönnum í gegnum tíðina. Léttum og kátum, frískum. Og það nú bara þannig að hér erum við að fara að halda smá veislu í kvöld og það stór hópur á okkar eldri bílstjórum sem við bara haldið kontakt við áfram sem að mæta hérna og alltaf gleðast með okkur í kvöld og þannig að það verður mikið fjör, ég get alveg lofa okkur því. Grindavíkur dætur kvennakór frá Grindavík sem stofnað var í árslok 2018 af nokkrum Grindavíkur dætrum. Heimsfaraldur fór ekki illa með kórinn því þá fjölgaði í honum. Sigurbjörn Daði Dagbjartsson, okkar maður í Grindavík, fór á æfingu hjá Grindavíkur dætrum. Grindavíkur dætur kvennakór frá Grindavík sem var stofnaður í árslok 2018 að frumkvæði Bertu Drafnar Ómarsdóttur, Sigurlaugar Pétursdóttur og Rósu Ragnarsdóttur. Berta kórstjórinn og hinir stofnendurnir syngja í kórnum sem í dag telur 33 hressar grindvískar konur. Það hefur fjölgað jafnt og þétt frá stofnun þrátt fyrir ákveðna veiru sem hefur herjað á heimsbyggðina undanfarin 2 ár. Grindavíkur dætur hafa eingöngu sungið þekkt tökulög til þessa en í byrjun síðasta hausts hafði Kristín Matthíasdóttir sambandi Bertu og vildi kanna áhuga hennar og Grindavíkur dætra á að hlusta á og skoða þau lög og ljóð sem hún hafði samið. Berta hélt það nú og úrvarð samstarf sem þó á algjöru byrjunarstigi en stefnt á frumflutning á þessum lögum Kristínar í mars á næsta ári. Þessi Kristín stórmerkileg en hún hafði aldrei verið kennd við tónlist á einni annan hátt alla sína hunds- og kattartíð. Hún hefur aldrei sungið opinberlega, spilar ekki á hljóðfæri og hlaut ekki tónlistarlegt uppeldi og því kom það mjög óvart þegar þetta voru að kvisast út. Ég varð að fræðast meir Kristínu og Grindavíkur dætur í heild sinni og kíkti því á æfingu hjá þeim í Kvikunni í Grindavík. Já, ég menntuð söngkona. Ég fór bara í gegnum söngskólann Reykjavík, fór svo til Ítalíu í frekara nám, kláraði þar mastersgráðu í söng, klassískum söng. Ég hef tekið bæði hljómsveitarstjórnun og kórstjórnun, alltaf samhliða söngnáminu, allir kúrsar sem hafa verið boði fyrir söngnám það hef ég tekið sem þá bæði annars vegar kór og hljómsveitarstjórnun. Eins og framkom í einslaginu þá hafði Kristín Matthíasdóttir aldrei getið sér neitt orð sem tónlistarkona, hvorki í Grindavík eða hvað þá annar staðar og því kom þetta mörgum spánstur í sjónir. Matthías Grindvík Guðmundsson heitinn var faðir Kristínar og hann kynnti börnin sín fyrir rími og öðrum kveðskap og Kristín lék sér hans með það þegar hún var yngri en svo gerðist eitthvað innra með henni. Bertu fannst þetta sömuleiðis einstakt. Svo fer þetta bara einhvern veginn að þróast, ég þarf að nota það meira, semja meira að ljóðum og svona vinna aðeins með þetta. Ég meina semja ljóð og þú veist, það er eitt og eitthvað rím. En svo bara eftir hans bara fann að semja lög? Já, það sko, ég veit ekki hvernig að segja, þetta er bara svona partur af ferðalagi hjá mér, andlegu ferðalagi. Þannig að það opnar meira svona, ég heyri lögin, af því ég náttúrulega ekki að semja og búa til lög, þannig að ég heyri, þau koma til mín þannig, ég heyri þau. Og hvað, og þú bara, syngur þau þá inn á símaðinn og ferli? Já, ég skrifa niður náttúrulega textan og fer yfir og breyti og bæti og geri inn í og alls konar, því þetta er svona, það efnið sem að koma til mín
stundum fullgert og stundum ekki. Ég þarf stundum að laga og breyta og einmitt svo ég gleymi ekki hvernig lagið á að hljóma, þá verði ég að syngja henn á símann. Nei, ég held að þetta sé alveg svolítið já, þetta er alveg rétt, þetta er alveg svolítið einstakt, sko. Og þetta var líka mjög gaman bara að fá þetta símtal frá Kristínu, hvort að ég væri til í að leggjast að þetta ferðalag með þér. Já. Og með gruna það hafi nú kannski verið dálítið erfitt símtal hjá þér að byrja Bertu að vilja þið syngja lögin í. Já, nákvæmlega. Það að semja kórverk og flytja er langt og strangt ferli og hugsanlega er ekki til að flýta fyrir að Kristín þarf að syngja sínar lagahugmyndir inn á símann sinn og senda svo Bertu. Berta þarf þá að koma efninu á tónlistarlegt form, skrifa nótur og útsetja fyrir kórinn. En hvenær má vænta frumflutnings á efninu og hvað verða mörg lög á prógraminu? Og ég fekk að skoða hjá henni, þú veist, ljóðabókina og og mér fannst þetta bara, ég var sammála þetta er bara gott stöf, við þurfum bara að gera eitthvað við þetta og svo, sko, þetta er, hvort að taka þetta viðtal svolítið snemma því að ferlið er alveg bara, þótt að við höfum verið að tala saman í september, þá er ferlið, ég man ekki eins og hvort það hefur verið september, en það byggir svo sem ekki máli, þá er þetta svolítið langt ferli og við erum alveg bara að, þú veist, ég er að pikka upp það sem hún er að syngja, setja það inn í nótaforrit og skrifa nótur fyrir kórinn og allt það. Og með leik og allt svoleiðis. Þannig að þetta er svaka mikil vinna í rauninni sem á sér stað og kórinn hefur ekki ennþá, þú veist, heyrt eða séð eða neitt, þetta er ennþá þetta er ennþá svo hrátt. Þetta er hrátt, já. En hvenær stefnið á bara frumflutning? Hvenær maður að fara að mæta á þessa tónleika? 23. mars 2023. Það er bara þannig? Já. Þá getur bara sett þetta í dagbókina. Nei, það er kannski svona með einhverjum skekkjumörkum, en það er allavega dagsetningi sem er að vinna með. Var þetta ekki rétt hjá mér? Jú. Já. Það meina fjöldin, hvað er þetta mörg lög sem þú ert búin að semja og hvað stefnið á þetta verði? Þau áttu að vera 12 en þau eru orðin 13. Er þetta bara eitthvað sem að flæðir bara úr þér eins og bara gosbrunnur? Já, ég var eiginlega bara, ég sagði líka heima, ég er bara eins og ég segi að downloada bara ég er bara að downloada, það er bara að koma lög og ég var alltaf Berta, það komið annað, Berta. Þú jafnvel, herru, Kristín, varirðu til í að fara aðeins? Nei, alls ekki. Það er miklu skemmtilegra, þú veist, ef að það verða bara allt inn the end, bara 70 lög. Já, nákvæmlega. Glöggir áhorfendur tengja líklega nafn kórsins við dætur sem kenna sig við Reykjavík, en hugmyndin að nafni þeirra Grindvísku kom ekki frá þeim sjálfum, heldur stjórnanda léttsveitar Reykjavíkur, Gísla Magna. En þar sem Reykjavíkur dæturnar gerðu það gott í Eurovision fyrir stuttu, munu þá dætur Grindavíkur stefna á keppnina ári með smell samin af Kristínu. Og hvað er svo framundan? Er kannski spurningum að bara þetta tónskáld Kristín smell í einn Eurovision smell og Grindavíkur dæturnar mæti? Aldrei að vita. Hver veit? Það leist þetta nú vel, í Reykjavíkurdætum hafa bara einhver á skjá á bakvið og vera bara með heilan kór, 6 á sviðinu og hinar á skjá. En þær unnu ekki, en þið myndu væntanlega stíga skrefinu lengra. Já, þær eru búin að ryðja brautina fyrir okkur. Þannig að við ætlum að vera með bara alvöru tónleika, loksins, núna 19. maí í Grindavíkurkirkju, en fyrir það ætlum við að vera með svona stuttatónleika sem við ætlum að kynna okkar efni og aðeins að dusta okkur COVID-ríkið og svona í Hörpuhorni 1. maí, já, ætlum að skella okkur í Hörpuna hinn eina sanna já, okay. Og vera þar í horninu sem er svona þarna hjá LED-gluggunum. Hvenær eru þeir tónleikar? 1. maí 1. maí klukkan 2:30. Já, margt framundan hjá dæturum Grindavíkur, en fastir punktar hjá þeim eru vor- og jólatónleikar, en svo koma þær líka fram í einkasamkvæmum og get ég vottað hversu skemmtilegar þær eru. Ég sá þær í afmæli í fyrra. Kristín segist ætla að halda áfram að semja og verður gaman að sjá hvað kemur út úr því hjá henni, en við skulum loka þessu innslagi á tómdæmi af æfingunni, en þar sem páskarnir eru framundan, þá rendu þær í slagara úr söngleiknum Jesus Christ Superstar, I Don't Know How to Love Him.
Sálumessa Mozarts það bil 50 mínútna langt tónverk fyrir 4 einsöngvara, kór og sinfoníuhljómsveit og ein allra þekktasta sálumessa tónbókmenntana. Verkið flutt árlega allan heim en afar sjaldan hér á landi. Jóhann Smári Sævarsson í menningarfyrirtækinu Norðurópi í Reykjanesbæ stendur fyrir atburðinum og við hittum hann á æfingu í Hljómahöll. Þetta eitt fallegasta kórverk sem skrifað hefur verið. Þetta Mozart, Sálumessa Mozart, Mozart Requiem. Hann skrifar þetta sem sagt, hann að skrifa þetta þegar hann deyr. Hann klárar ekki verkið og það klárað af öðru tónskáldi. En þetta eitt vinsalasta kórverk bara allra tíma. Þetta og Messias, Händel og Verdi Requiem, þetta eru svona þessi stæðstu og frægustu. Og þetta flutt reglulega út allan heim og þá með stórum kór, 4 einsöngurum og sinfoníuhljómsveit. Og við erum núna með næstu 50 manna kór af faglærðum einsöngurum og blankomnum nemendum og hljóðfæraleikurum. Við erum með fólk eins og Karin Sturlaugs sem náttúrulega trompetleikari og við erum með alls konar fólk þarna, glæsilega söngvara. Og svo erum við með sinfoníuhljómsveit sem byggð af 15 spilurum úr Sinfoníuhljómsveit Íslands og 10 kennurum og nemendum héðan sem fylla upp í. Og einsöngarnir koma úr kórnum sem mjög óvanlegt. Venjulega eru 4 einsöngarar en við erum með 14 sem skipta sólónum á milli sín. Þannig að það ekki hverjum degi svona verk að setja upp? Nei, þetta eitthvað sem ég held að fólk ætti ekki að missa af. Þetta alveg einstakt verk og þetta kostar svo mikið að gera þetta að þetta verður ekkert gert á hverju ári eða neitt svoleiðis. Þetta eitthvað, okkur dreymir að gera líka Verdi Requiem og Messias en það verður eflaust á 2 ára fresti því að þetta eru nokkrar milljónir sem það kostar að gera svona verkefni. En þetta náttúrulega upplifilsi sem að fólk sækir annars venjulega bara í Hörpuna og nú þetta hérna heima þannig ég bara vona sem flesti mæti. Það eru allar aðstæður hérna, húsnæði og allt og gott fólk til að gera þetta? Já. Við höfum allt sem við þurfum hér. Við fáum lána fólk úr Reykjavík. Þetta allt fólk sem tengist annarkvort tónlistarskólanum eða Norðuróp, félaginu okkar, eða hefur verið í uppfærslum hjá okkar áður eins og Egill Árni Pálsson, tenorsöngvari sem æðislegur óperusöngvari, Guja Sandholt sem að koma núna heim frá því að syngja í Amsterdam og hann Tómas Hardi úr óperukórnum og Bragi Jóns sem nú úr Sandgerði en þannig að við erum með alveg topp fólk. Þetta verður, og svo má ekki gleyma Una Sveinbjarnardóttir sem algjör fiðlusnillingur, hún konsertmeistari eða fyrsta fiðla. Þannig að þetta verður, og ég stjórna þessu. Þetta fyrsta verk sem ég stjórna með svona stóri hljómsveit. Ég stjórna síðan bara 99 en þetta frumraunin mín með svona stórt verk. Og þetta að setja upp margar sýningar eða þetta bara eitthvað örfá skipti sem þið getur verið? Já, við ætlum að vera með 2 tónleika. Föstudag klukkan 8, 8. apríl og daginn eftir klukkan 2. Og það að því að bæjarstjórinn vill komast á lifun í Hörpunni á eftir hjá Magga bróður og hann sagði ég skal vera með í kórnum ef þetta verður klukkan 2. Allt gert fyrir hann? Allt gert fyrir bæjarstjórinn, það ekki? Já. Þannig að þú lofa góðri skemmtun? Ég lofa æðislegri og yndislegri skemmtun. Þetta svona næstu því yfirþyrmandi fallegt á köflum og kraftmikið og þannig að þetta svíkur engan. Um 100 tonn af ríga þorski hefur ratað í netin hjá nokkrum bátum síðustu daga við landsteinana í Keflavík. Ekki hefur þurft að keyra langt í löndun því Keflavíkurhöfn rétt hjá þessum 9 fiskimiðum sem eru greinilega með æti fyrir stóra þorskinn. Við kíktum á kajan
og hittum kallana í London úr Halldóri Afa GK. Hvað er þetta mikið sem þið eru að koma með? Núna? Já. Og svona jafnaði? Svona 6, 7, 8 tonn. Búið að vera. Og hvenær farið þið? Leggið þið á, farið þið að morgni eða? Við förum út klukkan 6. Leggjum, þá bara við erum búin að draga. Rósum daginn eftir. Ekki rósum daginn. Spriklandi nýr, já, golfþoskur bara, stór og mikill. Þetta er allt bótt á þoskur. Já. Við erum líka með stóra reil, 10 hálftómur. Er þetta óvanlegt eða? Já, síðust ár hefur þetta ekki verið svona. Nei. En þetta er svona núna, þannig að maður veit ekki hvað verður á næsta ári. Og einhverja skýringar á þessu? Ég veit ekki hver skýringin er. Nei. Sikkert að það er nógu þorski. Út það, þeir eru að fiska hérna nógu frá líka og... Er þetta markað? Er þetta markað? Nei. Nei. Hólgrimur tökur þetta. Hólgrimur, já. En þetta er skemmtilegt? Þetta er mjög gaman. Já. Hvernig vinnið þetta? Salt. Allt í salt? Nóg á göfundum? Það getur selt margt það sem verið að vinna. Aha, já. Er ástandið, stríðið hafa einhver áhrif á þetta í dag eða? Ég er ekki viss það, en þá var það ekki í saltvirkinu velja. Nei. Ég veit. Minni sveiflur í því náttúrulega. Já. Ég kaupið ekki bara frá Noregi ef við vantar rúsa þeim. Við á Víkurfréttum erum í fjölmiðlun og gefum út okkar samnefnda bæjar og héraðsfréttablað Víkurfréttir sem dreift er frítt á Suðurnesjum og á netinu. Við skrifum fréttir alla daga á Víkurfréttavefinn vaff.is og nýjar golffréttir eru á vefnum okkar kylfingur.is. Við þökkum fyrir okkur, sjáumst í næstu viku. Verið sæl.